Verið hjartalega velkomin í guðsþjónustu hér í Lindakirkju. Það var kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar sem hóf messuna á því að syngja lofsöngur 103. sálmi Davíðs. Og velkomin þeir sem heima eruð og hlustið. Við skulum signa okkur núna og svo skulum við í stað þess að biðja saman upp á spænina, þá skulum við syngja hana saman. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Nú skulum við sem hefum hægt með rísa á fætur. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman. Og nú lesa Sigrún Ingimarsdóttir og Eggert Kåber reyningarlestra. Gjörðu svo vel. Lexía dagsins sem fyrsti sunnudagur eftir 13. úr Jesaja. Sjá þjón minn sem ég styð,
minn útvalda sem ég hef velþóknun á. Ég legg anda minn yfir hann mun færa þjóðunum réttlæti. Hann kallar ekki og hrópar ekki og lætur ekki heyra rödd sína á strætónum. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dapran hörkveik slekkur hann ekki. Í trúfesti kemur hann rétti á. Hann þreytist ekki og gefst ekki upp, uns hann hefur grundvallað rétt á jörðu og fjarlæg eilönd bíða boðskapar hans. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Pistill dagsins er úr fyrra Kórinthubréfi. Minnist þess, systkin, hvernig þið voru þegar Guð kallaði ykkur. Mörg ykkar voru ekki vitur að mannadómi, ekki voldug eða ættstór, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gera hinum vitru kynróða og hið veika í heiminum til þess að gera hinu volduga kynróða og hið lítilmótlega í heiminum, það sem heimurinn telur einskis virði, hefur Guð útvalið til þess að gera að engu það sem er í metum. Enginn maður skyldi hrósa sér fyrir Guði. Honum er það að þakka að þið eruð í samfélagi við Krist Jesú. Hann er orðinn okkur vísdómur frá Guði, bæði réttlæti, helgun og endurlausn. Eins og ritað er, sá sem vill hrósa sér, hrósi sér í drottni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýrð sé þér, drottinn. Fylltu
Heyrum heilagt Guðspjald sem hljóðar svo í Drottins nafni. Og Guðspjaldið skrifar Guðspjaldamaðurinn Jóhannes. Daginn eftir sér Jóhannes skírari Jesú koma til sín og segir: Sjá Guðs lamb sem ber burt synd heimsins. Það sá sem ég sagði eftir mig kemur maður sem var á undan mér, því hann fyrri en ég. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði: ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu, og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sendi mig að skýra með vatni, sagði mér: sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá sem ég og vitna, að hann sonur Guðs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur, og við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vor, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Alleluia.
Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Á horni Breiðholtsbrautar og Jafnasels í Reykjavík blasa við sjónum vegfarenda nokkrar slánalegar aspir. Ég er ekki viss að það veki mikla athygli þó svo þær teygi sig ábyggilega 6-7 metra til himins. Ég fer á hverjum degi á leiðinni heim og horfi í átt að þessum öspum meðan ég bíð eftir beygjuljósinu til vinstri. Ég get fullyrt að ég myndi ekki þekkja neitt þessara trjáa úr hópi annara utan eitt. Það er öspin sem stendur nákvæmlega á horninu. Hún er með sérkennilega sveigju miðjan stofninn. Mér finnst oft eins og hún veifi vinalega til mín væskilslegri grein sem skagar upp úr sveigjunni. Ég ætla að fá hérna mynd á skjáin af þessu ágæta tré á bakvið mig sem að útvarpshlustendur af vísu geta vitanlega ekki séð, en ég bendi þeim á að sem hafa áhuga á að fara inn á Facebook síðu Lindakirkju og skoða upptöku af messunni þar. Og ég hef stundum velti fyrir mér, rétt á meðan beygjuljósið breytist úr rauðu í gult, hvað veldur þessari sveigju á stofni asparinnar. Helst gæti ég trúað að greyið hafi orðið fyrir áfalli í einhverju hretinu meðan þessi hávaxna mjóna var bara lítil hrísla. Kannski munaði minnst að hún hefði það ekki af. Ég veit það ekki. Mig grunar samt að einhverjir mér gróðurfróðari gætu hugsanlega verið með betri svör á reiðum höndum og grænum fingrum. En í bili þá langar mig bara til að leyfa sögu þessara sérstöku aspar að vera mér ákveðin ráðgáta og ég ætla að leyfa mér að ímynda mér tímabundna erfiðleika í einhverjum vetrarhörkum fortíðar sem hafa sett varanlegt mark sitt á hana. Við eigum öll okkar sögu og sögur úr eigin lífi af atvikum eða áföllum sem mótuðu okkur. Kannski ekki á sýnilegan hátt eins og í tilfelli Breiðholtsasparinnar, en þau hafa enga síður áhrif á líðan okkar almennt. Stundum meira en við gerum okkur grein fyrir. Þessi atvik eiga sinn þátt í að móta skoðanir og sjálfsmynd okkar, viðhorf til lífsins og geta verið bæði okkur til hindrunar í lífinu eða í sumum tilvikum ef við vinnum í því og göngust við því gert okkur að sterkari einstaklingum. Við erum öll alls konar og þannig hefur það alltaf verið, allstaðar, í öllum kimum jarðarinnar og öllum tímum. Eins og komist hefur verið að orði, það er aðeins til ein tegund fólks og sú tegund kallast fólk. Fólk af holdi og blóði, fólk sem byggir þennan heim. Og textar þessa sunnudags vitna að Guð hafi mætur á fólki og mæti því í lífinu miðju. Mæti heiminum sem hann elskar svo heitt að hann gerðist einn af okkur. Gerðist háður því að einhver hugsaði hann, rétt eins og önnur ungabörn. Dró að sig sama loft og aðrir, gekk á sömu jörð og ber alla menn, borðaði, drakk, hreyfðist og gladdist. Hann hét bara hversdagslegu nafni á sínum slóðum. Jesús, svipað á Jón eða Karl í okkar samhengi. En Jesaja spámaður, hann talaði í lefsíu dagsins útvalinn andans mann sem myndi færa þjóðum réttlæti og það myndi hann gera án háreysti og hrópa á torgum og bætti við brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Ef við lesum Guðspjöllin, ævisögur Jesú, er varla hægt annað en að álykta sem svo að orð Jesaja spámanns
séu spádómur Jesú. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Brákaði reyrinn og dabri kveikurinn eru í raun myndræn birting þess sem áföllun okkar geta gert. Eitthvað sem hefur sett mark sitt á okkur, breytt okkur jafnvel fyrir lífstíð, brákað okkur á sál og líkama eða dabrað í samskiptu við annað fólk. Í Guðspjöllunum sagt frá því að Jesús vissi hvað bjó innra með því fólki sem hann mætti. Hann þekkti sögur þess, þekkti áföllin, gleðina, sorgirnar, en hann mætti fólkinu í mildi, af virðingu og elsku Guðs. Þannig mætir hann mér og þér líka hér og nú, þekkjandi fortíðina sem mótaði okkur til þess að gefa frið og gera allt nýtt. Kannastu við að eiga heima hjá þér alls konar smádrasl sem þú veist ekkert hvað þetta gera við? Þannig að örugglega krúsir eða skúffur fullir af skrúfum og nöglum og legokuppum og lyklakippum og vírum og tölum og rennilásum og einhverju sem að þú veist að þú kemur aldrei til með að nota nokkuð tíma og sá dagur hlýtur að renna upp að þú mannir upp í að henda þessu drasli, en bara ekki í dag. Í annarra augum getur þetta sama drasl verið efniviður í listaverk. Í því samhengi, í vissu samhengi hægt að sjá Guð fyrir sér sem snillingi í nytjalist. Það er ekkert merkilegt við efnin sem hann notar kannski. Það er bara alls konar dót og drasl. En þegar því raða saman getur það orðið að fallegu listaverki. Nýlega sá ég til dæmis glæsilega eftir mynd málarans Vermeer af stúlkunni með perlueyrnalokkin. En eftirmyndin var öll gerð úr gömlum tölum og vírum og dóti. Hver smáhlutur í þessu verki er einskisvirði en samt ómissandi. En fegur verksins þarf að skynja í heild. Páll postuli, pistilhöfundur dagsins, skrifaði sín orði í sendibréfi til safnaðarins í Korintuborg og hann myndi fólki þar á að það væri bara ósköp venjulegt fólk. Meira að segja að væri aðrir sem að teldu það pínu vitlaust. Það væri ekki voldugt eða merkilegum ættum og að trúin þeirra á Jesú væri í margra augum heimskuleg. En Guð hafði samt valið þessa leið til að gera að engu það sem okkur kannski þykir voða merkilegt, en í stað þess útvalið það sem heimurinn telur einskis virði. Sem sagt, þetta er ekkert merkilegt fólk og þess innsti hjartans fjársjóður var í annarra augum einskis virði. En þessi sami Páll postuli skrifa jafnframt: við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka. Með öðrum orðum, Guð getur valið hinn fávísu, hinn veiku, þau brákuðu og döpru í heiminum til að mynda kirkjuna sína. Og í mætti sínum og kærleika getur Guð endurskapað, jafnvel úr erfiðleikum, fegurð og dýrð. Og það er Guðs verk. Það er máttur Guðs, ekki máttur okkar. Og Páll endar með því að segja: sá sem vill hrósa sér, hrósi sér í drottni. Og í Guðspjallinu heyrðum við Jóhannes skýrara vitna Jesú. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes talar tvisvar í þessu sama kafla Guðspjallsins á nákvæmlega sama hátt og bendir á Jesú með þessum orðum að hann sé Guðs lambið. Og í seinna skiptið vekja orð hans eftirtekt tveggja manna sem að elta Jesú.
Og þegar Jesús spyr þá hvað er vilja, þá segjast þeir vilja vita hvar hann dvelst. Komið og sjáið, svaraði Jesús þeim. Ef þú vilt kynnast Jesú betur, þá segir hann þér einmitt þetta. Komdu og sjáðu. Nú kann einhver að spyrja sig hvað ég sé eiginlega að fara. Ég er að meina þetta. Taktu Jesú á orðinu og prófaðu að fylgja honum. Höfðu þetta í huga og hafðu þetta í huga. Og það er mikilvægt að gleyma því aldrei og minna því stöðugt á að Guð elskar þig. Trúðu því að Guð elskar þig. Þú hefur aldrei lifað einn einasta dag án elsku Guðs. Mundu að njóta gjafa Guðs. Þakkaðu fyrir fyrsta kaffibolla morgunsins ef þú drekkur kaffi. Hafragrautin eða veðrið, hvernig sem það er. Mundu eftir að þakka fyrir fólki sem þú hefur í kringu þig og allt það sem þú finnur að er þakkarvert. Treystu Guði fyrir vandamáluðinum og veldu þeim sem minnst fyrir þér eftir það. Það er alltaf til nóg af vandamálum, smáum og stórum, alls konar hlutum sem ræna okkur friði og hertaka hugan. Legðu vandamálin í Guðs hendur. Ég er að meina í raun og veru að biðja til Guðs og fela Guði vanda og verkefni lífsins. Taka frá nokkra mínútur til að lyfta málefnum þínum upp til Guðs sem elskar þig, skilja þau eftir hjá honum og farðu svo og lifðu þinn dag. En þetta þarf að endurtaka aftur og aftur og með tímanum gerist það að það skapast friður í hjartanu, friður sem er æðri öllum skilningi. Og ef þú hefur tíma, lestu þá í orði Guðs eða hlustaðu, til dæmis á biblian.is. Það er hægt að hlaða appinu á símaðinn eða hlusta á Spotify. Þegar þú ert út að ganga í bílnum, það er til dæmis kjörið að byrja á þessu guðspjalli sem var lesið hér í dag og Jóhannesar guðspjalli, til dæmis bara að taka 1 kafla á dag. Og hvað sem hefur mætt þér á lífsleiðinni, Guð gefur nýja möguleika til að takast á við lífið. Rétt eins og kræklóta öspin í Breiðholtinu fann sína leið, þannig munu vegviltir geta ratað, þróttlausir fengið styrk og einmana eignast vin í Jesú, vin sem aldrei bregst. Tímabundnar erfiðar kringumstæður eru ekki endanlegar. Guð lofar að gera alla hluti nýja. Fyrir Guðs náð er hægt að byrja upp á nýtt. Drögum andan, blásum honum frá okkur, þökkum fyrir þennan andardrátt og alla þá sem við eigum eftir. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verða mun aldir alda. Amen. Nú ætlar Kórlindakirkju að syngja lagið Sannleikurinn eftir Hjalta Gunnlaugsson. Einhvern tíma læðist í huga þinn að lífið
Nú skulum við biðja saman. Bænastundin fer þannig fram að á eftir verður sunginn bænasöngur og ég hvet ykkur til að nota þessa stund fyrir ykkur hvert og eitt. Vörpum áhyggjum okkar og gleði og þökkum til Guðs og ég vil endur hvet ykkur til þess að nýta bænaaltarið sem að hér það sem að kveikt kerti og það gott að kveikja á ljósi til að minnast þess sem að hvílir á hjart okkar og eins getið þið skrifað bænaefnin á miða sem eru í kertaaltarinu og það hér góður hópur sem að mætir og hittist alltaf á 50-dagsmorgnum klukkan 9 og biður fyrir þeim bænaefnum sem að berast. En við skulum núna syngja og það er hún Sólveig Áróra Eyjólfsdóttir sem ætlar að leiða kórinn í fallegum sálmi sem að ömmusystir hennar orti draumana höfgi dvín. Við ljúkum svo bænastundinni þegar söngurinn hefur hljóðnað og þá biðjum við saman og ljúkum svo á því að biðja bæn Drottins Faðir vor. Draumanna höggi dvín, dagur í austri skín, vekur mig, lífi vefur, mjúka mildingshöndin þín. Dagleiðin við óvíst hvert stefna ber, leiðir mig, langa vegur, mjúka mildingshöndin þín. Sest ég við sólarlag, sátt við liðinn dag, svæfir mig, svefni værum, mjúka mildingshöndin þín. Draumanna höfgi dvín, dagur í austri skín, vekur mig, lífi vefur, mjúka mildingshöndin þín. Lífi vefur, mjúka mildingshöndin þín. Drottin, við þökkum þér að það einmitt mjúka mildingshöndin þín sem umvefur okkur. Þökkum þér fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og mætir okkur þar sem við erum. Gefðu okkur náð til að þiggja þína náð. Þú þekkir bænirnar sem að hafa verið bænar hér í messunni.
Ég bið þig að blessa þær hverja og eina og við felum þér þær allar í bænunni sem þú kendir og biðjum saman einum rómi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Áður en við rísum á fætur og þykjum blessun, þá vil ég segja frá því að það sem kórinn ætlar að syngja fyrir okkur næst er eftir Richard Smallwood, sem var frábært svona gospel tónskáld bandari sem er nýláttinn, og það er eitt svona að hans þekktari lögum er Total Praise, sem hefur verið snúið á íslensku og við köllum Lofgjörð hjartans, og kórinn Lindakirkju flytur það núna.
Förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það. Thank you.